Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinni í beinni útsendingu. Það fjölbreyttur og spennandi pakki framundan hjá okkur í kvöld. Aðeins 11 dagar til kosninga. Allt að verða vitlaust. Gjörsamlega allt að verða vitlaust. En það er ekki öll dagskráin sem að markast af því að stjórnmálaumræðan er áberandi núna síðustu daga fyrir kosningar. Við ljúkum þættinum á spjalli Gunnars Smára Egilssonar við Gunnar Blaðasalla sem margir kannast við. Nú Vigdís Grímsdóttir rithöfundur og Oddný Eir, þær koma á ræða við Kristínu Ómarsdóttur skáldkonu nýjustu bók hennar Móður ást draumþing ömmurnar og karlana og lífið í skáldskapnum. Sigurjón Magnús Egilsson kemur og ræðir við Rán sem skipar fyrsta sætið sem frambjóðandi sósíalista og hér á eftir koma Vilhjálmur Birgisson verkalýðsleiðtogi og Vala Árnadóttir hvalfríðuna sinni og taka hörkur yfirliti hvalveiðar, hvort við eigum að veiða hval eða ekki. Og meint spilling inn í matvælaráðuneytinu, hún kemur einnig við sögu. En við hefjum leik á því að spjalla hér saman í klukkustund eða svo í beinni útsendingu og 4 góðir gestir komnir til okkar. Eins og alla jafna, við höfum gert þetta allar götur frá sunnudeginum þegar Bjarni Benediktsson lýsti því yfir að hann ætlaði að sprengja eigin ríkisstjórn. Og í kvöld hafa orðið hér með mér Starkaður Björnsson. Þú ert fyrrum þáttastjórnandi á Samstöðinni hér og nú ertu þolandi, þú ert hérna í MR. Mikið rétt. Þannig að hérna, það er eins gott að reyna að virkja þig með því að draga þig í spjallþætti frekar en að þú gerir ekki neitt inn í herbyggi. Ég segi það, sko. Já, ég veit, sko. Já, ég geri og lítið annað en bara fara á engar og spila töluleiki, sko, þannig að það er mitt gott að bæta til og skemmtilegt, sko. Og langt síðan þú gerðir síðasta þátt hér við Rauða borðið? Jú, mikið rétt, sko. Ég var farin að... Ekki hálft ára eða eitthvað? Mikið rétt, sko. Ég var farin að sakna Rauða borðsins og nú er ég komin aftur. Einmitt, frábært. Nú, hér er líka, ég er hérna í vandræði með tölvuskjáan minn. Hérna, já, Tómas Ellert Tómasson, byggingaverkfræðingur. Velkomin, þú kemur frá Selfossi, ekki satt? Jú, kemur allalega þaðan. Já, hvernig var heiðin? Hún var bara nokkuð góð, hálkublettir. Já, einmitt. En það var eiginlega meiri hálka hérna eftir að ég kom inn til Reykjavíkur heldur en yfir heiðina. Já. Og það reyði vel. Já. Og Jasmína Vatsjövík, baráttukona og stjórnmálafræðingur, þú fluttir til fyrri heitna landsins Íslands, hvað, 80? Nei, 96. 96? Ég fæddist 81, sko. Já, einmitt. Það er fínt að hafa þetta svona, já, smá millibilana. Já. Þú hefur áður komið hingað og alltaf fengur að því að fá sjónarhorn þitt. Já, þakkaði fyrir. Það er bara mjög gott að koma til ykkar og ræða stjórnmál. Einmitt. Og Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita. Já, góða kvöldið. Já, góða kvöldið. Velkomin. Og við erum svona einhverju leyti með Við erum einhverju leyti með sko sum ykkar hafið einhvern pólitískan bakgrunn missterkan, það kannski skýrist hérna á eftir. En ég ætla að byrja á smá randi skoðanakannanir og svona, þú veist, hvernig þetta leggst í ykkur núna. Nú til dæmis á spursmáli á mbl.is í dag, þá var verið að fjalla svona veiknar skoðanakannanir, þú bætir alltaf við sko endalaust, leggur það saman og þeirra niðurstaða er svo að 3 flokkar verði stærstir, Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn. Mörkin geta verið svona 6%. Hvernig haldið þetta gangi eftir? Við byrjum bara þér, Kristín Vala. Já, ég held að fylgi sig ennþá mjög á reiki og mér skilst að það bil 3/4 kjósenda ákveði sig ekki fyrir þeir eru komnir í kjörklefan. Þannig að ég held að þetta sé ekkert komið á hreint ennþá. Hvaða flokkar verða yfir 5% og verði stærstir. Það er gríðarlega spennandi sko bæði með hérna svokölluðu fallhættu og svo eins hvaða flokkar verði stærstir, hvaða flokkur fer stjórnarmyndunar umboð. Ég meit sko, það leit mjög lengi út fyrir að það yrði Samfylkingin. En núna virðist Viðreisn vera komin á par.
Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig það fer. Já, einmitt. Þú hefur stutt Pírata og ert á lista, ekki? Ég á lista í Reykjavík Norður, nummer 5. Já. Þannig að ég ætla náttúrulega að fara á þing. En ekki hvað? En sko, er ekki svolítið svona kvíði í maganum þegar þið sjáið kannanir mæla ykkur alveg mörkin vegna þess að Píratar eru frægir fyrir að fá lakari útkomu úr kosningum en skoðanakannanir síðustu vikurnar fyrir kosningar benda til? Jú, við náttúrulega ræðum það sé möguleiki en við erum samt full vonar. Við höldum að við eigum heilmikið inni ennþá. Já, einmitt. Hvernig leist þér á þetta, Jasmína? Mér leist bara rosalega vel á þetta. Ég hef gaman á stjórnmálum og hef gaman að líka taka þátt í þeim en hef mjög gaman að pæla í því en það náttúrulega hægri sveifla í heiminum og og Evrópunni. Og þá hún endurspeglast hér líka og að mínu mati sko þar sem ef við berum einmitt eins og þú sagði saman þá mín spá svo að Sjálfstæðisflokkur bæta einhverju 3-4% í viðbót. Og enda þá með hvað? 17-18? Kannski, já, 17-18. Ég held samfylkingin verður svona nokkuð veginn í stað, svona í kringum 20%. Viðreisn, jú, hún sækir sér veðri en það sem sko gæti náttúrulega spila núna náttúrulega finnst mér málið Þórður að mér skilst að það sé einhverja 4% sem fór bara strax yfir til Viðreisnar og 2% fór til Pírata einmitt og þannig það verður mjög svona fróðlegt að sjá hvernig það þróist en það eru 11 dagar og það getur ýmislega skeð. Ég held líka Miðflokkurinn fæ meira heldur hann mælis með. Þeir hafa verið að falla eða síga núna? Já, reyndar, en ég held þau eiga alveg eitthvað inni. Aha. Já. Hvers vegna? Vegna þess að það er þessi hægri sveifla í þjóðfélaginu. En heldur að þeir mun ekki gjalda núna fyrir það að Þórður Snær þurfti að gera betur bót og siðferðið þannig, núna siðferðislega umræða, heldur þá að fulltrúar miðflokksins, klausturfulltrúar og aðrir með vafasama fortíð eins og Panama maðurinn Sigmundur Davíð og Bjarni, eru þeir ekki skrútinnar í öðru ljósi núna? Ég held ekki. Nei. Það ákveðin, þetta ákveðin típur kjósenda sem eru hjá miðflokknum og ég held þessi þessi orðræða sem hefur áhrif á sjálfan, það vegna þess að hann hefur verið náttúrulega gagnrýna rosalega harðlega sjálfur þessa baráttu og var í svona, hvað maður segir, tala fyrir kvenfrelsi og þetta, þannig hann svolítið svona kannski komið sér svolítið í bobban með það að síðan að þegar þetta kemur upp. Já. Þannig ég held þetta sé svona svolítið þar en ég held kjósendur sem eru hvað maður segir, þeir pæla kannski endilega ekkit kvenfrelsi í jafnrétti allan ekki eins ofarlega hjá kjósendum miðflokksins heldur kannski kjósendum samfylkingar eða Viðreisna eða Sjálfstæðisflokksins, ég held þeir sé meira svona frjálslyndir og pæla meira svona í kvenfrelsi. Okay. Allan ég svona spá í því en þetta náttúrulega allt saman spennandi, þetta náttúrulega eins og hún sagði, hún Kristín, þetta náttúrulega kemur náttúrulega alltaf upp á kjörkjósum á síðustu stundu og ég minna Framsókn yfirleitt á líka oft inni. Já. Það mælist með 7%, ég spái honum alveg að hann mun ná orðlega 90% og við erum að sjá slagorðin orði svona miklu sterkari núna heldur þú voru í byrjun kosningabaráttu. Þannig við munum sjá svona meira af og svo eru þau líka svolítið skemmtilega á TikTok. Ég skráði mig bara viljandi TikTok til að fylgjast með stjórnmálaflokkum að hvernig þau koma út þar og þau eru bara frekar mjög skemmtilega á samfélagsmiðlum þar. Það er gaman að skuli nefna þetta því að ein ástæða þess að við erum með hennar 16 ára drengi er nefnilega svo að hann er með mikinn pólitískan áhuga og hann fylgist mikið með TikTok. Já. Þannig að hann er kannski betri að segja okkur hvað flokkarnir eru að gera á TikTok heldur en mörg okkar sem eldri erum. En áður en hleypið þér ástarkaður þú ert nú búin að konverta úr miðflokknum yfir í Framsóknarflokkinn, ekki satt? Ég er óflokksbundinn. Ertu óflokksbundinn? Ég styð náttúrulega Framsóknarflokkinn í þessa kosningu því að styð mína
konu í Suðurkjördæmi, hann Hallur Hund, eins og ég gerði í sumar í forsetakosningunum. Já. Vinkonu mína. Já. En opinber stuðningur þinn við Framsóknarflokkinn liggur einmitt fyrir samkvæmt þinni Facebook síðu. Já, það alveg klart mál. Já, og leistir vel á þetta sem að Jasmína var að segja, að Framsóknarflokkurinn gæti átt inni núna? Já, ég hef bátt með að trúa því bara hreinlega að Framsóknarflokkurinn fái þessa kosningu eins og að koma fram í skólakonunum. Ég held að neði töluvert bara mikið inni. Já. Ég held að þú veist, ég var reynilega bara bátt með að sjá að fara undir 12% mikið. Er það? Já. Og er það orðræðan inn í Framsóknarflokknum að allir það að stefna því, eða? Já, við náttúrulega stefnum náttúrulega allir að reyna að fá eins mikið hvað maður geta, en ég er nú vonst þess að verði þarna milli 10 og 12. Hvaðan myndu þið taka það? Við myndum taka vantarlega það frá Viðreisn og Samfylkingu og einhvað frá Miðflokki. Já. Það myndi ég halda, það væri það Hvar væru þið staddir gagnvart ESB? Framsóknarflokkur náttúrulega hefur ekkert endilega verið hlynntur ESB gegnum tíðina en ég held að til í þjóðaratkvæði? Ég held að vilja þjóðaratkvæði. Ég hef ekki fylgst beint með orðræðu ég er nú nýkomin aðstoða og en þeir hafa nú yfirleitt verið þannig við Framsóknarflokkurinn að eini sanni íslenski skynsemis flokkur hefur skynsamt fólk sem að inni og tilbúið til að ræða hlutina til að hægra það vinstri og raunverulega skilur að skoða hugmyndir sem að koma við að og ræða þær og við botnið þær. En allt opið sem sagt, við erum öll saman. Já, Framsóknarflokkurinn hefur nú verið þannig gegnum tíðina og enda verið við stjórn þjóðarskútunnar í mjög langa tíma en varandi skoðanakanna öðru leyti. Ég til dæmis ekki að koma virkilega óvart að sjá Miðflokkinn ennþá mæli svona hátt, sé alls verð og því að það eru þarna kandidatar til dæmis ef við horfum bara eins og Suðurkjördæmi sem ég hef nú fylgist náttúrulega bara langsamlega mest með vegna þess að ég er þar. Þá hafa þeir sem eru mjög óánægðir með Sjálfstæðisflokkinn, þeir hafa rosalega góðan valkost svona til hægri sem er náttúrulega lýðræðisflokkurinn sem er Elvar Eyvindsson fyrir varaþingmaður Miðflokksins og fyrir sveitarstjóri í Rangárþingi eystra. Virkilega flottur maður þannig að þeir hafa þann valkost frekar myndi ég held og hann var náttúrulega þar sínum tíma líka. Það er ýmis svona atriði sem að geta skipt máli út í héraði, út á landi sem að eru ekki í fréttum landsfjölmiðlana en ég þekki það frá þeim árum þegar ég bjó fyrir norðan að við sjáum stundum alveg óbúslegan mun á fylgi flokka eftir kjördæmum og eftir svæðum og þá er þetta náttúrulega bara mjög oft einhverja persónuvinsældir og það er bara einhver flottur dúti eða manneskja sem bara fólk treystir Það hefur lýðræðisflokkurinn til þess að vera að mælast með 5% eða meira í Suðurkjördæmi og mest fara á landinu og svo hvað maður segja, það er akkurat það sem þú vart að segja, þetta er át á landi, þetta er rosalega þetta er svona nærið því að vera persónukjör heldur en nokkuð annað. Oft er það, já. Því að nálægðin er svo mikil, menn þekkjast einhvern veginn betur og þá skiptir miklu, svona kannski frekar máli hvað fólk er í forsvari fyrir flokkan heldur en hvaða flokkur það er. Akkurat. En Starkaður, myndirðu segja að flest ungt fólk Þú ert reyndar ekki komið með kosningaldur. Það styttist í það 17. janúar og en ef þú væri með kosningaldur og ef þú væri að fara að ganga kjörborðinu núna hvernig myndirðu leita þér upplýsinga og gagna? Er þetta TikTok? Eru langflestir á þínum aldri þar? Langflestir á TikTok en ég myndi þá alls ekki segja að TikTok væri frábær upplýsingaveita. Nei. Þess að ég tala um íslenska pólitík, ég tala þetta sem er að gerast núna. Ég tala þetta sem TikTok-væðingu íslenskra stjórnmála. Og það sem ég meina með því er að sérstaklega ég, sem náttúrulega ungmanneska, ég er þó ekki komið með kosningarétt. En ég sé það mjög, ég hef verið að fylgjast með þessu núna í bara, þú veist, 4, 5, 6 ár. En ég tek samt alveg eftir því að fyrir 4, 5, 6 árum þá var þetta ekki svona.
flokkar eru orðnir sko, flokkar eru að mínum að því farnir að sko að ráðast á aðra flokka í stað þess að reyna að bæta þeirra eigin málstað og reyna að segja það sem þeir gera vel. Er það TikTok menningin núna að þú ert að gera grín að aðra flokki og ég vil bara vega á hana með eitthvað? Já, mér finnst það. En þess að mér finnst, og því ég meina, samfélagsmiðlar eru náttúrulega ekki gerðir svo að við séum öll vinir. Þeir eru í grunninn gerðir svo að við deilum okkur í grúpur og nákvæmlega, svo að við skiptumst meira í tvennt. Og það er einmitt ein afleiðingin á TikTok-væðingu íslenskra stjórnmála, er að fólk er annarkvort eða. Það er, mér finnst allan fólki í kringum mig vera voða lítið í þessum miðjuflokkum. Mér finnst það mikið frekar vera bara annarkvort miðflokkurinn eða sósíalistaflokkurinn. Og mér finnst það mjög áhugavert að sjá sko þetta og þessa þróun undanfarin ár, en þess að þetta hefur náttúrulega bara gerst á bara svona, bara svipstundu. Og hérna sko við heyrðum það í sumar að dóttir forsetans Höllu og börnin hennar, þau hefðu verið alveg gríðarlega öflug, þau hefðu lesið samfélagsmiðlana og ekki síst TikTok landslæðið rétt og það hefði skipt mjög miklu máli þegar Halla var forseti að hérna bara ungt fólk var þarna að höfða til ungs fólks. Heldur það sko, sýnist þér að þetta þá ungt fólk sem í vinnu hjá þessum stjórnmálaflokkum og er það að grípa tíðaranda unga fólksins eða hvernig það? Já, sko, þetta er náttúrulega mjög góð spurning. Mér finnst persónulega eins og að Halla til dæmis, hún gerir þetta frábærlega. Og við sjáum það mjög svona línlega að samfélagsmiðla presence, eins og ég segja á góðri íslensku, skiptir ógeðslega miklu máli. Ég tek eftir íslensku stjórnmálaflokkar, þeir eru ofta tímum sko, þeir eru flottir. Ég sé alveg rúm til bætingar sko, en mér finnst þeir flottir og ég verð að segja bara alveg svo þetta var ekki svona fyrir ári. Þetta var ekki einu sinni svona fyrir hálfu ári. Það bara í kjölfar kosninga, þá hljótaði að hafa ráðið einhverja rosalega bara snillingar skilur mig til þess að ná einmitt athygli. Grípa athyglina. En við erum að tala skrum og við erum að tala árásir og aðra flokka og við erum ekki að tala málefni. Nei, út af því að sko það sem mér finnst persónulega. Erum við ekki að tala húmor svolítið mikið? Mjög mikið húmor. Og það sem mér finnst persónulega að sko, ég til dæmis heyri tökum bara miðflokkinn sem dæmi. Ég heyri miðflokkinn tala allskyns hluti. Ég skil ekki neitt. Öll þessi orð sem þau nota er bara út fyrir, ég skil þau ekki. Íslensku kunnáttu mín bara einfaldlega ekki nógu góð til þess að skilja það sem við erum að segja. Þannig að í staðinn fyrir að reyna að útskýra fyrir okkur, þetta er mín sýn á máli sko. Í stað þess að reyna að útskýra fyrir okkur stefnu þeirra og hvað þeir ætla að gera og hvernig þeir eru öðruvísi en aðrir flokkar. Þá er staðinn reynað að grípa okkur með einmitt húmor með því að ráðast aðra flokka. Segja það sem þeir geta gert betur. En hvaða flokkur er þá að standa sig best við að kynna sína stefnu og ná til ykkar? Einmitt. Sko, mér finnst þér allir bara frekar svipaðir en svona kannski sá sem skara mest fram úr að mínu persónulega mati væri þá líklegast sko Samfylkingin er góð, miðflokkurinn er góður og það eru þessi sem eiga mestan peningin sko, þeir gera sjálfstæðisflokkur líka sko, þú veist, og það, þú veist, þetta budget sko sem þeir hafa til að gera flott vídeo, það líka skiptir álisköpum sko. Þetta sko leiðir hugana því að það náttúrulega allt öðruvísi standi í kosningabaráttu í dag heldur en þegar við vorum ung. Já, akkurat. og hvað er það að segja sko? Er það gott eða vont fyrir lýðræðið? Hvað finnst okkur, Kristín Vala, það svona hvernig, hvar hildirnir eru háðir núna, samfélagsmiðlum mikið? Mér finnst ég náttúrulega orðið 70 og ég fór á TikTok að því að ég var komin í framboð að því að mér langaði til þess að sjá hvernig þetta væri. En mér finnst þetta svo leiðilegt að ég nenni ekki að horfa á þessi myndbönd.
Þannig að ég gafst upp, ég ákvaði nei, ég ætla bara að vera einhvers annar staðar. Ég bara á Instagram og Facebook og Twitter sem enginn náttúrulega horfir á, þannig að Ég meina, þú ert stjórnmálafræðingur, hafa verið gerað einhverjar rannsóknir núna nýverið á því hve margir gera upp hug sinn út af TikTok efni eða, þú veist? Ég reyndar ekki fyrst að segja þetta, en ég man 2016-17 kostningar þá, að þá fór ég með svona fræðslu og það var talið breska konu sem stjórnmálakonu, ég man ekki núna nafni, sem rak kostningabarátuna sína á Twitter og það hjálpaði henni rosalega mikið, þannig það hlýtur að við getum svona álíktað að þetta skipti máli. Ég veit allavega að unga fólki á mínu heimili hefur virkilega gaman að TikTok og horfa mikið, þannig og ég svona heyri, þú veist, eins og komið fram rétt áðan að svona flokkar sem hafa pening eins og Sjálfstæðisflokkur, það næ svolítið til fólksins. Fyrir mitt leyti að ég svona miðaldra, ég nenni ekki heldur kannski að horfa þessi myndbönd, en ég gerði þetta viljandi einmitt að því ég er stjórnmálafræðingur og vil pæla í þessu og svona skoða þetta svona, þú veist, hversu hvert erum við svolítið, þú veist, hvernig þróun er í þessu málum, og ég get tekið undir það sem ungu maður sagði rétt áðan að þetta er rosa mikið grín, margt fyndið, margt mjög hallarslegt að mínu mati, og ég held sé að mati margra unga líka. Það er engin beinlegis, þú veist, en engin bóskapur þannig nema bara að þú fattar grínið og þú þarft vera svolítið involverið inn í pólitíkina til að gera það, þannig það er öskup skilnið að þetta 16 ára, 17 ára eða 18 ára kannski ná ekki þessu orðaforða ef þú er ekkert inn á þingi og fylgjast kannski með öllum fréttum út á hvað grínin gengur. Ég held að svona þróun sé bara mjög, þú veist, að því góða. Við þurfum bara að finna svona takting hvernig við notum þetta, og ég held leiðin sem er notuð núna TikTok mitt að tala aðra niður, og það er búið að vera svona eiginlega rítilrætt þetta á samfélag, eða þú veist, almennt í fréttum. Mér finnst rosalega mikið þetta að mitt að reyna einhvern veginn fara höggva að einhverju með eitthvað í staðin fyrir að flokkarnir tala sínu máli og og það ég hef pirrast svolítið mikið yfir því, þú veist, og í staðin fyrir að eyða tíma í það að koma með sína stefnu, með sína áherslu, með sín mál, það hafa sumir flokka farið einmitt inn í það að tala gegn eða svona, hvað maður segir, setja eitthvað út á hina flokkana, og mér finnst það aldrei málefnalegt, mér finnst það aldrei nú gott. Þá spyr ég mig, Tómas, er þetta kannski í og með vegna þess að okkur greinir ekki á marga stóra hluti? Er það kannski ein ástæða þess að kosningabaráttan fer út í þetta? Er það vegna þess að það vantar snarpari átakalínur, meiri skil eða hvað? Nei, þetta eru Íslendingar ansi líkir á mörg leyti, en nei, kannski ekki alveg. Þetta er svo góð pæling, og ég hefði alltaf haldið að væri vænlegast til áframkurs að frekar að stjórnmálaflokkur myndi tala bara út frá sinni stefnu í staðinn fyrir að höggva í hvern annan. Ég held bara að því að nú er svona stutt í kosninga, menn eru örvæntingafullir, bara frá fyrsta degi, sáast bara stjórnarliðum leið ekkert vel að vera fyrir að vera fyrir kosningar, og stjórnarandstaðan var alltaf tilbúin til að vera kosningar. Erfiðasta 60 metra hlaup sem hægt er að hlaupa bara. Já, þetta er svo, já, þú veist, ef aðdragandinn hefði verið lengri, þá allavega hefðu séð kannski meira svona kosningabaráttan að þróast eitthvað. Þú veist, út að byrja, núna er þetta bara með látum, að hafa bara skotið á allavega hægri vinstri, og ég skil það vel að fólki til dæmis leiðist að mikið að vera til að horfa eitthvað TikToka sem að verið að skjóta hvort annað niður í staðinn fyrir að hafa fyrir gaman og tala út bara frá sínum málefnum, En hvað finnst ykkur að við séum að kjósa? Ég kannski bara byrja á þér, Starkaðar. Hvað finnst þér svona þessar kosningar snúast um? Í númer 1, 2 og 3
bara það sem sé í kringum mig bara húsnæðismál. Það bara klappa klárt sko. Þið unga fólki. Við unga fólki. En það sem kom mér kannski mjög óvart voru útlendingamál. Og ég til dæmis sérstaklega bjóst ekki við því að sjá bara marga vini mína sem ég hef alveg upp með og ég hef séð þá bara sem mjög bara svona, þeir eru mjög bara svona opin hugaðir og bara bara frekar bara svona liberal fólk sko. Og síðan heyri ég og tala það að þeir vilji loka landaræmurinn. Þetta, nú ætla ég að gefa þér orðið vegna þess að þú skrifaðir grein nýverið það að í fyrsta skipti í sögunni værum við að upplifa það að börnin okkar væru fordómafyllri heldur en foreldrar. Já, ég var á þessari kvennaráðstefnu í Hörpu í síðustu viku sem heitir Reykjavík Global Forum og hefur verið haldin síðan 2017 og þar var mikið af kvenleiðtogum frá held ég 70 löndum og talaði alls konar mál og þar að meðal var það þessi greining af fólki sem fer fram þegar þú kemur inn á netið, alveg sama hvar þú ert, að þá er hent yfir til þín sérstökum upplýsingum, þannig þú endar inn í einhverjum bergmálshelli. Og þá talaði að sérstaklega sko börnin í einhverju bergmálshelli sem tengjast einhverjum leikjum sem þau í og síðan kallmenn sem hafa áhuga á fótbolta, þeir eru þar og konur sem áhuga að kaupa sér ykkur falleg föt eru þar og þar myndi göttunum. En í fyrsta skipti í mælingum, bæði mælingum sem hafa verið gerðar á það sem heitir Reykjavíkur stöðullinn og víðar í rannsóknum í heiminum hefur komið í ljós að unga kynslóðin í dag afturhaldssamari heldur en foreldrar þeirra og það í fyrsta skipti í sögunni. Já. Og þetta fyrsta kynslóðin líka í dálítið langan tíma þar sem það ekki sko línulaga vöxtur í framförum, ekki satt? Jú, einmitt. Þetta mikið umhugsunarefni. Þetta mikið umhugsunarefni, já. Og sko ég velti fyrir mér þú veist hvort að það skipti fólki engu máli hvaða sögu fólk hefur sem ætlar að gefa sig fram í stjórnmál. Maður myndi nú halda að fólk myndi spyrja sig, hef ég eitthvað í farateskinu sem gæti komið upp eins og kom upp hjá Þórðisnæ. En svo eru miðflokksmenn og þeir sem voru á klausturumræðunum, klausturbarnum, það verðist engu máli skipta hvað þeir hafa í farateskinu. Og mál Jóns Gunnarsson. Og það finnst mér alvarlegt mál. Og svo náttúrulega Jón Gunnarsson og sonur hans og þessi og tengslinn við Kristján Loftsson, það sem var tekið upp á Edison hótelinu og sko fyrst var skrifið grein í heimildina og síðan var bara allt viðtalið á Vísi. Þetta náttúrulega mjög alvarlegt mál og þetta fólki ætti ekki að vera sama. Vill fólk kjósa sjálfstæðisflokkin sem með svona bakpetamall og sem ákveða það að geta gefið vinni sínum hvalveiðileyfi á bakvið tjöldin. Mér finnst það bara ömurlegt að við skulum vera komin hingað. Jasmína, ég velti því fyrir mér hvort þú hefði nokkuð getað komið til Íslands á síðasta áratug, síðustu aldar, þegar þú komst hingað frá Bosníu, ef húsnæðismálin hefði þá verið eins og þau eru núna? Já, það nú góð spurning. Það var náttúrulega ástand var ekkit þá alvarlegt eins og í dag, ekki á húsnæðismarkaði, en ég held ég sé bara en það var líka allt öðruvísi tímar þá. Það var náttúrulega á þeim tíma því ég kom, þá var náttúrulega Ísland ekki gengi í Schengen og og allt öðruvísi staða og þegar innflytjendur komu þá þurftu sækja dvalarleyfi, atvinnuleyfi og í dag erum við að fá náttúrulega stóran hluta af fólki sem að koma náttúrulega frá ESB-löndum út af þessum samningum sem við erum með. Þannig í raun og veru
fólk getur komið bara eins og þeim sýnist og geta farið bara eins og þeim sýnist. Þú veist, að flest, þú veist, í Evrópusambandinu sem náttúrulega mörg ríki, þannig það náttúrulega ekki þá kannski svona í stóru samhengi ekki skríti að það húsnæðisskortur ef það ekki ef ekki byggt nóg og ekki gert ráð fyrir. Og við á Íslandi allavega menningin hér þannig að við hugsum svolítið eftir á. Við erum aldrei með plan svona struktúra svona fram í tíma og við þegar að því ég unni þessu málaflokki í mörg ár og þekki þetta bara mjög vel og stefna í þessu málum hefur og engin og hefur ekki verið og einn þá ekki daginn í dag. Við vitum ekki hvað við erum að taka á móti mörgum innflytjendum á ári og atvinnulífið svolítið hefur drifið þetta áfram án þess að það fylgi í raun og veru stjórnvaldsákvarðanir með. Þú veist, stefna hversu þétt ef við halda utan fólkið og hversu mikið þurfum við setja í innviði og allt þetta. Þannig það í svona ástandi það myndast einmitt þetta þessi togstreita eins og við erum að sjá núna í íslensku samfélagi og ég held að við höfum fylgt í eftir og höfum haft einhverju svona stefnu í þeim málum þá hefðum við ekkert enda hér í dag og við hefðum örugglega sannlega ekki rætt innflytjendamál og húsnæðisskort og allt þetta vegna þess að yfirleitt þá fylgir fjármagn og það fylgir líka plön En við gætum ekki dregið samfélagið án þessa fólks og þess vegna þarf að gera ráð fyrir því og líka koma vel fram við fólkið sem að vinna hér í túrismanum og í byggingariðnaði og á allum hótelunum og út allt land. En það kemur þér ekki óvart að heyra son minn, sterkari og sonur minn, svo hef ég glemt að segja það á þér. Það kemur ekki óvart að heyra hann í rauninni gefi skyn að aukin rasismi sé á meðal ungs fólks? Nei, það kemur ekkert óvart. Ég vinn alveg við þetta fræðafólk í skólum og fyrirtækjum og annars staðar og það hefur komið mér alveg óvart að börn bara niður í bara grunnskóla í bara pæli rosalega mikið í þessu og ég hef alveg verið spurð alls konar spurningar og ég hef alveg verið í skóla þar sem sagt af börnum að þessi útlendingar liggja á velferðarkerfinu og það þarf að senda þau heim og því tengt þannig það kemur mér reyndar ekki óvart það kemur mér heldur ekki óvart ef ég skoða bara umræðuna sem búið að vera á samfélagsmiðlum og sem búið að vera út til loftið og hvernig stjórnmálamenn tala innflytjendamál og útlendingamál eða hvernig sem það grauta öllu saman það þeir sem sækja alþjóðlega vernd síðan eru flóttamenn síðan eru innflytjendur þetta eru 3 hópar mjög ólíkir og það sem við leggjum rosa mikið áherslu einhverja 300 einstaklingar sem hælisleitenda eða þeir sem sækja alþjóðlega vernd það sem að setja allt saman á hliðina sem bara í raun og veru ekki rétt vegna þess þetta bara mjög ólíklegt í staðinn fyrir að horfa á stóru myndina þessi 70.000 sem við erum nú þegar stór hópur innflytjenda bara einn hópur sem að skila sem að vinna og skila inn í ríkiskassa en tekur út rosa lítil vegna þess að við vitum það alveg það ekki nægilega fjármagn fyrir börn erlendum uppruna til að læra íslenska tungu við niðurgreiðum ekki námskeið fyrir fólk að erlendum uppruna til að læra íslenska tungu við bara erum einhvern veginn þau eru svolítið blöðubögglar í þessu samfélagi líða fyrir það að þetta sé einhvern svona öðruvísi fólk heldur allir hinnir Ég umgengst rosa mikið innflytjendur og þekki rosa marga þetta mitt starf og rosalega bara mestu hluta ævina og ég bara mjög sjaldan, ég hef aldrei hitt glæpamann til dæmis, ég hef aldrei hitt fólk sem hangir á velferðarkerfinu og ég hef aldrei hitt mannesku sem segist ekki vilja vinna hérna. Allir sem eiga sameiginlegt, allir sem innflytjendur
sem ég hitt og það eru 20 í tali, eiga eitt sammeilegt, það að þau vilja læra íslensku, þau vilja fara út í vinnumarkaðinn og vinna. En því miður við erum bara með fordóma og ég verð bara að segja bara eins og hvít kona sem 43 ára eins og ég á rosalega erfitt með að finna mig vinnu. Vegna þess að þú veist, ég vel mentuð, ég tala góða íslensku, en leið til dæmis fólk sér nafnið að erlendum uppruna, það svissa yfir á ensku, tala við mig og ég alltaf að segja, ég íslingu og þú mátt alveg tala íslensku við mig. Þannig þetta eitthvað sem breyst og þetta hef ég ekki lent fyrir 30 ára síðan þegar ég kom til landsins. Þetta tiltölulega nýtt? Já, ég að lenda í þessu núna. Já, bara undanfarin 2-3 ár? Já, undanfarin 2 ár og ég að lenda í fordómum. Fólk beint að segja við mig, þú ert búið að eyðileggja landið mitt. Farðu bara heim til þín. Þú veist, ég að fá svolítið samtöl. Ég hef aldrei átt svona samtöl fyrir 20 árum síðan og en ég á þessi samtöl í dag og ég verð að taka þau. Og hversu réttlátt það líka fyrir mig að ég þarf að taka þessi samtöl og við Íslendinga og þurfa að segja að ég Íslendingur þegar ég Íslendingur, ég tekki ekki neitt annað, ég er búið hérna í 30 ár. Þannig þetta staða, þannig það kemur mér ekkert óvart og það sem ég hef líka áhyggjur af, þessi krakkar sem að alast upp núna og eru í grunnskóla og eru að fara í framhaldsskóla og háskóla og allt þetta. Ég velti fyrir mér þessari þróun, hvernig skildi þeim líða vera 15 ára gamall að geta ekkert svara fyrir sig, af því það geta ekkert allir svara fyrir sig. Að allt einu vera svona skilin út undan og hvers konar kynslóð erum við fá þá í framtíðinni, þú veist, þegar þú finnur strax sem barn að þú tilheyrir ekki, en þú ert fæddur uppalinn hér, þú þekkir ekki neitt annað. Þetta sláandi að heyra það sem þú hefur að segja. Áður en ég vík mér að þér, Tómas, þá ætla ég að segja ykkur það að við byrjuðum á að skora gegn Wales áðan. En nú erum við orðin 2-1 undir í hálfleik. Oh my god. Ofan á allt annað. Já. Þetta eru bara mest áhyggjurnar í dag. Já. Heyrðu, en Tómas, sko, þetta akkurat það sem að miðflokkurinn reynir, hann reynir að gera útlendingamálin að risavöxnu kosningamáli, ekki satt? Jú. Já, hvernig finnst þér að þeim gangi það? Mér finnst þeim að hafa tekist alveg ótrúlega vel með það. Af því að ég alveg sammála því að þessi náttúrulega öllu grauta saman, þetta eru fyrir hópar og en samt sem áður er svo miðflokkurinn, hann boðar byggja meira, virkja meira og staðan á vinnumarkaðinu bara þannig að þú veist að þú færið ekkert smið eða innanmann eitt eða neitt og hvað ætlar þá að sækja þetta vinnuafl? Jú, það sækja erlent vinnuafl. Akkurat. Og það sem náttúrulega þetta svo dæmigert líka, ég að við sem komin á þennan stað þetta fyrirhyggjuleysi okkar Íslendinga ofta tíðum, við erum að slökkva elda alltaf. Það er ekki til neitt sem þetta forvöld hérna á Íslandi, þetta er einhvern veginn alveg merkilegt og Reyndar íþróttastarfi. Já, íþróttastarfi á Íslandi er mjög öflugt. Mjög öflugt. Sem betur fyrir, við höfum það. Já, björgunarsveitirnar líka. Já, sammála. En það sem ég ætlaði nú að segja, einmitt, hvað var ég þegar við vorum trúbuminn? Miðflokkinn og útlendingamálin? Já, miðflokkinn og útlendingamálin. Þú veist, þessu er öllu grauta saman og ég skrifa nú rétt á ágætisgrein held ég í Vísi í morgun hvort að ég spurði bara hreinlega að því hvort að það væri rökvill að ganga þú veist að segja bara svo hver að það gengur ekkert upp þessi málflutningur að loka landamærum, halda á stjórn á landamærunum og annað þegar að hinn orðinu ætlar að fara að byggja meira og virkja meira og þetta fyrirhyggjuleysi líka okkar Íslendinga að þú veist við náttúrulega fengið gríðarleg fjölgun orðið einmitt á Íslandi á síðustu árum borið uppi af einmitt erlendu vinnuafli sem kom hingað til vinna atvinnustigið mjög hátt hjá þeim og það er við hefum ekki verið tilbúið með skólakerfið eða þú veist, eitt eða neitt svona til að taka á móti þessu fólki og við erum bara, þú veist, okkur vanta svona
Já, bara þú veist að geta tekið almennilega á þessu móti þessu fólki hérna, þá skapast vandamálinn í skólanum, það tungumálveruleikar og annað. Ég til dæmis vilja að færa til dæmis skólaskildurna niður upp að fá þess að krakka fyrr inn í skólakerfið, svona sem dæmi. Þú veist, það er margar leiðir sem þetta er að fara í og þetta kostar, en atvið það líka þá, bara hvað þetta er að vinna að plefur að setja ríks. Í þessari grein sem maður nefnir þá skýtur þau líka á Sigmund Davíð fyrir að ætla að gefa þarna hlutin í Íslandsbanka. Já, sko, þú til almennings. Já, það rifjast náttúrulega upp leiðréttingin og Ég nefndi þarna 4 atriði í þessari grein og það er sko, þeir segja virkja meira, byggja meira, lækka skatta og gefa hlut í Íslandsbanka. Það eru allir flokkar samt sem maður einhverju að tala að fara að byggja meira. Ekkert vola margir kannski hendilega að fara að virkja meira. En það er Sjálfstæðisflokkurinn, það er orkuskortur. Já, og og svo sem algjört rugl. Svo að lækka skatta og að gefa eða ekki gefa, heldur láta okkur hafa hlutin í Íslandsbanka. Þú veist bara þetta verður bara til þess að það verður bara einhver svakaleg þensla. Við fáum bara 2007 í öðru veldi, sko. Förum aðeins yfir í umhverfismálin. Já, ég vil alltaf einmitt að beða að gera það. Af því að hér erum við með Miðflokkurinn segir bara hreint, eitt af stefnumálunum, hætta við borgarlínu, þvaðrið, hætta við borgarlínu, við trúum ekki að loftslagsbreytingar. Við viljum gefa Íslandsbanka til þjóðarinnar og kaupir fólk þetta og loka landamærunum. Bara kaupir fólk þetta rugl. Já. Sko loftslagsmálin eru alvarlegustu málin í heiminum í dag. Við getum náttúrulega sagt kannski að ófriðurinn sem er núna í gangi sé líka mikið vandamál, ófriður í heiminum. En ef við náum ekki utanum þessi loftslagsmál okkar, þá verður ekkert líf á þessari jörðu í lok þessarar aldar. En loftslagsmáli ekki sko að dagskrá allavega ekki í þessum kosningum. Jú, það er á Pírötum, við erum með metnaðarfyrstu umhverfisstefnuna, það skiptir máli fyrir marga. Já, en ég er að tala almennt, nú er ég ekki tala endilega alla flokka, bara svona almennt bara sem, eins og segi, bara hvernig ég sé þetta þessi máli eru ekkit sett einhvern veginn ekki að dagskrá þess að... Það eiga að vera númer 1 hjá öllum. Manni dettur í hug, sko, af því að húsnæði við þurfum það 1 og 3, en loftslagsmálin eru svona morgun eða hinn, að þegar ég heyri þig sko segja að húsnæðismálin séu bara 1, 2, 3, 4, 5 kannski eru þau að ýta aðeins loftslagsmálunum út af borðinu því það er svo óbúslega þörf á því að við leysum einhvern veginn vanda allra þeirra sem eru húsnæðislausir. Dettur mann í hug. Já, og efnahagsmál, ég meina ég held þetta sé það og þú veist og margt sem er svona fólk kannski svona pælir ekkit í því og ég veit alveg fyrir víst að sumir stjórnmálaflokkar eru bara hreinlega að segja sko, loftslagsmál við erum með frábæra stefnu og eins og Píratar og fleiri að frábæra stefnu en við getum ekkit verið að tala þau vegna þess að þau selja ekki að því fólk er einmitt tala vextir, tala allt hækka í búðunum, húsnæðisskortur og allt þetta og þetta eru málin sem eru náttúrulega sem eru svona hjartansmál almennings. En á hverju vill fólk þá eða stór hluti kjósa sjálfstæðisflokkin, Framsókn og nokkri líka VG sem að hafa klúðrað þessum efnahagsmálum algjörlega og komið okkur hanga sem við erum í dag. Við megum ekki vera svona rosalega ósanngjörn í þessu. Þú veist, maður megum ekki gleyma því það var hér þetta COVID. Það var COVID, já. Já, það var svolítið dýrt spaug sko og fyrir aðra þjóðir líka og megum kannski slá en þessi markaðshyggju stefna sem við höfum fylgt hér á Íslandi, hún verður að víkja fyrir nýja haghugsun. Það er ýmislegt hugsun hér á Íslandi sem við þurfum að fara að byggja upp velsældarhagkerfið og auka jöfnuða því að það er orðin svo mikill ójöfnuður á Íslandi sem hluti af mörgum vandamálum sem við höfum í samfélaginu í dag. Það sem er að daska í dag og það er það sem að Björn ætti að þekkja mjög vel og það er flottasta slagur sem að hefur verið ritað, þetta snýst allt fæði, klæði, húsnæði
sem flokkur fólksins sem flokkur fólksins sem fann þetta og það snúast þessar kosningar. Já, ég held ég sé sammála, ég er sammála því. Flokkur fólksins eiginlega tala alveg beint inn í hjarta. En það er hægt að nálgast mála á margan máta, en ekki endilega eins og flokkur fólksins vil gera það. Nei. En Kristín Vala, nú ert hún náttúruvísindakona, ekki Já. satt? Þetta sem hún sagði ráðan, þetta alls stór orð, sko, þú heldur það virkilega að verði bara ekkert líf á jörðinni í lok þessar aldar? Nei, það verður stór hluti af jörðinni sem að verður óbíll. Já. Það er nú þegar mikið af loftslagsflóttamönnum og þegar hittnar meira og þornar meira og meiri skógareldar og meiri stormar og þá verður bara ekki hægt að búa í miðbygg jarðarinnar. Þá fara allir að fara annarkvort suður eftir eða norður eftir. Þá getum við ekkert lokanir og landamálur þegar eru komnir marg 100 milljónir af flóttamönnum, ef ekki yfir milljardur. Því var spáð af engum öðrum heldur en Pentagon í kringum árið 2000, ég held að það verið 2003 kom út skýrsla frá þeim loftslagsmálin. Það sem þeir spáðu að það eru 200 miljónir flóttamenn innan nokkra áratuga og við erum komin þangað. Já, þú ert sko, við höfum ekki staðið okkur í þessu loftslagsmálum og nú er alltaf Trump að draga okkur út úr Parísarsáttmálanum sem þýðir að hver þjóð þarf að gera helmingi meira ef að Bandaríkin eru ekki með. Hann skipar í ráðherraembætti forstjóra stærstu olíufélagana og svo framvegis. Já, og ætlar að meira og minna leggja niður menntamálaráðuneytið og líka er búin að setja einhvern sem ætlar að veikja umhverfisstofnunum þeirra eins og hann gerði þegar hann var forseti síðast. Já, sko við sáum það líka í síðustu viku að hitinn fyrir norðan, ég er að norðan úr Mývatnssveitinni, við erum stundum með svona 25-30 stiga frost þegar ég var krakki í nóvember, það gæti alveg orðið, það var 23 stiga hiti í síðustu viku og svo snjóaði í júní í Akureyri og Mývatnssveit og bara ískalt og þetta er svona aðeins til marks það að þetta er náttúrulega byrjað alveg á fullu sko. Já, þetta var á þessari á Arctic Circle ráðstefnunni hingað kom þýskur vísindamaður sem er sérfræðingur í hafstraumum og það núna komnar núna sjáum við það að Norður Atlantshafs straumurinn er að hægja á sér sem veldur því að nú erum við komin með svona kaldan poll milli Íslands og Grænlands sem kemur til með að setja þar eitthvað. Þannig að það verður kaldara á Íslandi og ef að þessi hafstraumur hættir alveg og það hefur gerst áður í jarðsögunni, við getum bara að lesa jarðsögugögnin í setlögum af hafsbotni og úr jöklunum okkar að þá verður bara fer meðalhitinn á Íslandi niður margar gráður, jafnvel 8 gráður eða eitthvað slíkt. Það verður ekkert voðalega gaman að búa í Íslandi þá og það verður kalt í Norður-Evrópu. Þannig að loftslagsbreytingar þýða kulnum sumstaðar og hlýnun annar staðar. Já, við þurfum að minnka losun. Við þurfum bara að stórminnka losun. Það er stóra máli. Það er engin akkurat að tala um það núna. Nei. En það er liðið á tíma okkar. Ég ætla aðeins að fara út úr þessu. Ég ætla aðeins að spyrja ykkur um Pútín og kjarnorkuógnina. Mér finnst þetta bara að vera orðið eitthvað svo þetta er orðið eitthvað svo dimmt Skulum ekki tala um Pútín. Nei, við skulum ekki tala um Pútín. Skulum bara vona að þetta færi allt sem að vel með Pútín og kjarnorkuógnin og það allt saman. En það er eitt mál sem er mjög til umræðu í samfélaginu og skiptar skoðanir og einn kollegi minn Telma Tómasson, hún vakti athygli fréttaþulur á Stöð 2, hún var að ræða við kennara núna, í fyrra kvöld held ég að hafa verið og hún er amma barns sem ekki kemst í skólan og það var þessu skæru kennaraverkfalli sem er svona tilviljunarkennt hvað hittir mann fyrir
og ég örugglega svona pínlítið gramur líka af því að þetta barn sem situr mér á vinstri höndin nemandi í MR og kemst ekki í skólan og mér finnst það bara mjög slæm skilaboð fyrir ungt og efnilegt fólk að það sé akkurat bara nýbyrjað einhverju framhaldsskóla og þá bara akkurat þeim framhaldsskóla lokað og lítið við að vera og næsti framhaldsskóli við hliðina, hann opinn og svo framvegis og mér langar bara til þess að taka eitt rúmt á þessu hjá ykkur og ég ætla að byrja á þér. Þú stendur með kennurum eða hvað? Þú vilt þær fá hærri laun? Jú, vissulega sko og ég meina þessi kjörabarátta hefur verið í gangi núna í mörg ár og ég svo sem persónulega sé, þú veist, ég skil þetta alveg. Ég skil alveg verkfall, ég skil af hverju þau myndu fara í verkfall en á þessum tíma ég meina í alvörinni ég sko verkfalli byrjaði núna ef mér minnir rétt hjá þér bara á mánudaginn? Já, bara í gær í gær, já í gær mitt og síðan stendur yfir til 20. desember sem þýðir að við sleppum við jólaprófin en við sleppum samt ekkert við þau við þurfum síðan bara að taka þau seinna sem veldur meiri streitu og í kjölfarið þá verður þú veist, þetta að skólinn sé styttur 1 ár og síðan fara kennarar í verkfall og síðan þessu öllu þjappa saman og þessi meiri þjappa þú veist, hvert markmið og ég skil alveg að þeir skuli fara í verkfall og ég fordæmi það ekki fyrir það Nei. En ég meina, þú veist ekki, en þessi random sko að þetta sé eitt skóli hér og já, einmitt, ég meina þetta gerir ekki neitt fyrir neitt að mínum mati. Mér finnst, ég meina ef þetta hefði verið einhver rosalega svona ef þetta hefði verið bara allir skóla á landinu eða þegar megnið af þeim, þá hefði ég skilað 100%. En ég meina þetta eitt skóli. Það skóli á þínu upptökusvæði sem hefur verið lokað nokkuð lengi. Jú, sem ég útskrifast frá á sín tíma sem stúdent og Hvað finnst þér þetta? Og það hefur nú ekkert heyrst hátt það í fjölmiðlum að þeim fyrir austan finnst það var eiginlega ekki fyrir að MR var lokað bara í gær og þetta er dag 2 og það var allt orðið vitlaust sko. Elítu fjölmiðlaveldið, já svolítið þannig. Já, ég tek undir. En ég auðvitað skilja til að þú veist hvernig staðan er og allt þetta og menn hafa samúbæði með kennurum og nemendum og aðstandendum skiljanlega ég held að mér minnir að ég hafa nú einhvern tíma að fara í gegn svona verkfall á sín tíma en þetta, ég held að Er þetta ekki 65? 65 Já, fyrir ekki 70 Afsakað Það er kærlega fyrir ræðum þetta eftir sko, þessi hópur, þessi krakkar líka sko, þeir eru búnir að fara gegnum COVID sko, þú sem á ömurlegum tíma 2 ár á ömurlegum tíma og ég svona nefnir var benda á svo framhaldsskólinn búið að stytta hann 3 ár sem að mér ást alveg bara breyting til verra skemmtilegast árið tekið burt nákvæmlega þú veist breytið svo bara tilbaka hafðu þetta 4 þú hafðu hvort þeir alltaf mögulega að klára þetta 3 árum á auðvildir og en sjáðu einmitt það sem hann lýsa sem að hann og þetta þessi krakkar lendi í komnir í skólan og stöðsverðan COVID var með öllu því gríni sem það var svo lendi þessu núna og allt einhvern veginn sama þjappað og einmitt það sem hann nefnir streitun á vanlíðuna þetta á eftir að hafa mikil áhrif samfélagslega áhrif bara á næstu árum Þetta kemur líka ofan á ömurlega atburði sem bara íslenska þjóðin átti bara í mestu vandræðum með að taka á í sumar ég ætla ekki að rifja upp þá atburði þeir voru svo skelfilegir en hvað segir það? Eigum að standa bara með kennurum alveg blind eða? Nei, sko, það þarf náttúrulega það sem líka oft sem eins og ég segi íslensku umræðu vandar oft sanngirni og og passa sig hvað, þú veist og auðvitað skilur maður náttúrulega kennarar þurfa að fá sín kjör og þetta er náttúrulega eina leiðin sem þau hafa til þess að bæta sín kjör eða þetta snýst meira held ég þessar samningar snúast meira kannski ekki bæta kjör heldur standa við þar sem þau sömdu skilsmið 2016 þannig að uppfylla þau skilyrði. En það sem er að gerast núna, það ég sammála öllu því sem kom fram ég ætla ekki að endurtaka mig, en mín teika á þetta er ég var pæla sko, nú leikskólanir líka fara sko í verkfall sem því það að mörg hver ung börn eru heima og foreldrarnir þurfa að fara að mæta vinnu
Þannig ég held að þetta sé ekki góður tími fyrir kjarabaráttu vegna þess að þau fá ekki, bæði verkfallin ekkert, það er ekki þrýstingur þar að segja, það er ekkert allir skólar sem fari í verkfall. Og síðan í öðru lagi að fá foreldrana með sem eiga styðja kjarabaráttuna auðvitað, en ofan í verðbólguna og að borga reikninga og sjá til þess að þurfa að mæti vinnu en geta það ekki. Ég held þarna svolítið röng tímasetning og ég held þó að allir skólar færa núna í verkfall, ég held að það sem myndi samt vera þannig að foreldrar myndi ekki fylgja með vegna þess að þetta bara ekki fólk ekkert efsta baugi kannski að hugsa kjarabaráttu kennara, styðja við það þegar þú ert að glíma við að borga reikninga. Þannig ég held að þetta sé ekki tímasetning, alls ekki góð. En mér finnst þetta viðtal var pínu, ég horfði á þetta vegna þess að allir voru að tala þetta, mér finnst þetta pínu ósanngjarnt að gagnvart Magnúsi að þetta komið þarna fram að því fyrir þetta þurfa náttúrulega aðalega svara held ég Samband Íslenskra sveitarfélaga að hverju þau ekkert að halda sínustriki og sínum samningum síðan 2016. En auðvitað þarf náttúrulega gæta sanngirni, þú veist, eins og það var komið fram líka sjónarmið að sérfræðingar út á vinnumarkaði með 1100.000 í laun og kennararnir ætti vera kannski svipaðum launum, en svo kemur á móti sem Samband Íslenskra sveitarfélaga líka bendi á, þú veist, þá eru veikindi dagar og fríðindi og lífeyrissjóðaréttindi og fleira sem inni sem ekkert á almennu vinnumarkaði. Þannig þegar við erum að taka umræðu þetta og eins og oft áður á Íslandi, mér finnst við oft skjóta hana bara strax niður, fara beint og skotgrafir, þannig við náum henni ekkert upp. Þessi sjónarmið, það þarf að ræða þetta fram og tilbaka og það þarf að vera sanngjarnt, en það svo erfitt að koma inn og segja ég ætla ekki að standa með kennarunum, þá ertu bara skotið niður, þá ertu umulugur, eða ég ætla að standa með borgarstjóranum sem sagði daginn að kennarar sé hálfgerða latir, en það einhver sannleikur í því líka þannig, en við megum aldrei taka þessa umræðu, þú veist, mér finnst við alltaf einhvern veginn, við þurfum að standa annarkvort með eða móti, þú veist, mér finnst erfitt að koma og segja að ég ætla að standa með kennarunum en ég ætla ekki að standa með hinum, eða þú veist, koma með bæði sjónarmið og tekið rökræðu það að hvað í þessum samningu, hvað rétt og hvað ekki rétt og alla upplýsingar þurfa að liggja á borði, en við glímum í dag við upplýsingaóreiðu, þannig Kristín Vala, þú sem fræðamanneskja og kennari til að taka þessi skólamál í víðara samhengi. Og þegar kostnaður fyrir að reka skóla var látin fara yfir á sveitarfélögin, þá fylgdi aldrei nægilegt fé með. Það rétt. Það eitt mál. Síðan mikið af innflytjendum sem að kemur hingað svo við getum rekið hreinlega byggingariðnaðinn og túrismann og allt þetta og margir með börn, en skólarnir fá enga auka aðstoð við að þessi börn að læra íslensku. Hvað þá að foreldrarnir geta gert það á vinnutíma. Það ekki fjármagn þar. Og svo skólarnir fullir af margir af börnum af mismunandi þjóðunum með mismunandi móðurmál, og það vantar aðstoð við að kenna þeim með því að hafa aðstofakennara inn í skólunum, eins og var inn í skólunum þar sem börnin mín voru í Bretlandi. Og síðan framhaldsskólinn styttur í 3 ár, sem að mér fannst fáralegt fyrir ykkur að stytta barnaskólann 1 ár. Fáralegt að setja svona svakalega pressu á unga fólkið að klára menntaskóla á 3 árum og fara yfir alveg sama námsefni. Mér finnst þetta bara, ef ég maður kannski bæta þessu inn í þetta þá þessi seinustu 3 ár sem ég var í menntaskóla, 8., 9. og 10.
þetta hefði alltaf eins bara geta verið samþjappað í 1 ár sko. Já. Ég ekki Þér finnst þetta mjög rólegt. Þetta svo lokin á grunnskólanum. mér persónulega finnst þetta bara, og ég samt ekki að segja að það sé eitthvað svona endilega slæmur hlutur, ég meina þetta kannski helsta mótunarskeiðið og það sérstaklega fyrir félagslega þáttinn, en í alvörunni stytta hann 1 ár og hafa þá framhaldsskólan einu ári lengra. Já, þannig að þetta svona viðtakt vandamál og kennararnir sita bara í súpunni. Já. En þetta sjálfsmark hjá þeim? Og þess vegna skil ég það vel að þeir vilji fá sambærileg laun við aðra stéttir, þeir vilja fá meiri aðstoðin í skólana, hvort að þetta rétti tíminn til að fara í verkfall, ég ætla ekki að segja það. Aðferðin með slembi verkfall, að taka úr 1 og 1 skóla, hvað finnst okkur það bara? Það skila ekki árangri. Nei. Nokkuð ljóst held ég. Gremju og reiði. Já, það er gremja, reið og pyrringur. En ég sé ekki tilgangin heldur ef allir fari í verkfall. Hvað gögnumst því að því að allir skóla, framhaldsskólar, það eru rök bæði með á móti. Það er einhver líkurnar á að vera samið. Já, líklegast, já. Það kannski, já, það er alveg rétt. En svo er líka hérna það sem ég finnst, sko, það sem mér finnst menntamál á Íslandi mjög mikilvægt og ég hefði vilja sjá þau efst í baugi núna í kosningum. En þau eru því miður það ekki og ég skil það ekki vegna þess að við þurfum að horfa þetta alveg út frá grunni og það er alveg hárétt hjá Kristínu sem fyrirbæjarfulltrúi þekki þetta vel, 80% útgjalda hjá sveitarfélögunum fer í skólamálin og það er ekki nægilega fjármagnað. Við vitum það alveg. Þannig þetta er miklu stærri mál. Síðan er allt ofan á aðstoð, persónulega mín skoðun, það þarf að minnka bekkinn helming, setja 2 kennara inn til þess að fólki fá stuðning. Kennararinn ekkert, ég er oft með fræðslu í skólum, þau er ekkert með tæki og tól einu sinni til að kenna börnunum hvernig á að gera það, vegna þess að það er engin stefna í þessum málum, það er ekki fjármagnað heldur. Þannig það er allskyns áskoranir í kerfinu sem við þurfum að tækla en stjórnmál snúast í dag útlendingamál sem eru einhverjir brotaði en ekki nákvæmlega ekkert vandamál en menntamál sem eru fyrir okkur öll eru bara held ég stærsta áskorun næsta tíma bara út frá svo mörgu eins og við vorum að tala vanlíða barna þú veist í grunnskólum og framhaldsskólum og Já, það tengist líka að efnahagsmálum núna með þessari háu verðbólgu þar sem að sérstaklega unga fólki er að reyna að borga á húsnæðislánunum sínum sem eru komin yfir 10% og ná ekki endum saman. Einmitt. Þannig að foreldrarnir eru áhyggjufullir. Börnin, þau finna það náttúrulega. Já, akkurat. Þau finna alveg hvernig foreldrar sínu líður. Þótt að sé kannski ekki verið að tala þetta fyrir fram að þau. Og þá líður þeim illa. Og þá líður þeim illa og þau verða óörugg og kannski setja hníf í vasana því þeim finnst þau ekki vera örugg. Þetta tengist allt efnahagsmálum og efnahagsstefnu. Ég var með doktorsnema hér frá Harvard daginn sem að sagði að fljótt og liti þá sýndist henni sem íslensk efnahagsstjórnun væri svo versta í heimi og ég horfði á þann þátt. Já, ég er bara svolítið til í það. En mér finnst frábært að við höfum fundið tvennt sem að við erum ánað með. Það eru íþróttirnar og björgunarsveitirnar. Já, björgunarsveitirnar, það má ekki gleyma það. Þannig að nú ætla ég að fara út úr þessu herbyggi bara uppfullur á þakklæti yfir björgunarsveitunum og það er, ef grannt væri skoða þá er náttúrulega ótrúlega margt stórkostlegt og frábært í þessu yndislega dásamlega landi okkar og mannauðurinn okkar er ótrúlegur. Já, svo tónlistin og bara það bjóða okkur aftur að ræða eitthvað miklu skemmtilega. Ég veit það. Við eigum inni hjá þér. En og ef til dæmis Íslendingar myndu jafna núna á móti Wales þá yrði allt bara enn betra líka. En ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna, Starkaður og Tómas og Jasmína og Kristín Vala. Það er alltaf áhugavert að sjá hvað gerist þegar maður raðar fólki saman á mörgum áttum. En mér fannst þetta mjög skemmtilegt, mjög gaman að vera með ykkur í kvöld og ég vona að þið hlustendur og áhorfendur séuð á sömu skoðun, ekki fara langt því þessi dagskrá er rétt að byrja.
Hér eftir andartak verður, já, ég ætla bara að ljóstra því upp, hörkur yfirlildi á milli tveggja einstaklinga hvalveiðar og svo höldum við áfram langt fram eftir kvöldi.